Hingað til Dalvíkur koma töluvert margir ferðamenn á hverju sumri. Já. Hvernig hefur sumarið lagst í ykkur hérna á byggðasafninu? Það mikil aðsókn á þetta safn og hefur alltaf verið. Sko, það sem ábyrrandi finnst mér núna að það svo margir erlendi ferðamenn og þá bara ferðamenn sem að ferðast á eigin vegum. Já. Við erum ekki mikið í því að taka á móti stóru rútunum, en mér finnst ábyrrandi að í maí byrja erlendi ferðamenn að detta hér inn. Og Íslendingarnir, láta þeir ennþá sjá sig? Já, þeir láta alveg sjá sig að það góð spá, sko. Ég verð bara að segja það að Íslendingar ferðast alveg eftir veðri. Já, en þetta safn, miðað við að það ekki á hringveginum, þá það mjög vel sótt. Eru það að setja upp einhverjar svona nýjar sýningar í jafnóðum? Sko, núna, nákvæmlega þetta árið, þá erum við tvær að setja upp sýningar hérna einu sinni í mánuði. Þá fekk ég með mér Margréti Guðmundsdóttur sagnfræðing á Akureyri. Við erum að setja upp sýningu konur úr Dalvíkurbyggð eina í mánuði. Þannig að við erum búin að velja 12 konur sem að verða hér sýndar einu sinni í mánuði, ein í hverju mánuði. Þannig að nú erum við búin að sýna 2 konur og 19. júní, 19. júlí, næsti 19. ágúst. Og ægilega mikið hernaðarleyndarmál hver næsta kona. Já, þannig að það veit enginn fyrir sýninguna? Nei, það veit enginn, bara við Margrét. Og Margrét skrifa text en ég hanna sýninguna og sé svona það. Og í næsta sumar þá verður sýning á öllum þessum konum. Já. Það næsta sumarsýning. Þannig að ég alltaf stöðugt að vinna að sýningum. Ég vinn sýningar alveg 3-4 ár fram í tíman. En þessi sýning, þetta í tilefni 100 ára afmælisins? Já, og við erum búin að fá svolítið styrkjum í þessa sýningu, þannig að við getum gert þetta. Safnið fékk nýlega einhvers konar viðurkenningu? Já, svo það. Það þarf alltaf að vera eitthvað að gera meiri kröfutökar. En það af því að Alþingi og safnaráð, það langar til að hafa ákveðin standard á söfnum. Þannig að við getum litið á þetta. Við vinnum samkvæmt safnalögum. Og svo mjög margir sem að reka setur og sýningar og það ekki söfn. Þannig að til þess að geta fengið viðurkenningu Alþingis á því að safn sé viðurkennt, eins og kallað þá þarf að uppfylla mjög mörg skilyrði. Það þarf að vera menntaður starfsmaður, það þarf að vera skráning í sarp, heilbrigðis eftirlitið þarf að vera búið að koma, öryggismál þurfa að vera í lagi og fleira og fleira. Það mjög mikil atriði og þetta þurftum við alltaf gera. En maður búin að vera að gera jafnt og þétt þessi ár sem ég búin að vera, það höfum við alltaf verið að vinna samkvæmt lögum og samkvæmt að þessu að gera þetta að svona stofnun, rannsóknarstofnun í rauninni. Hér líka unnar rannsóknir, þess vegna getum að fengja, ef við myndum ekki sinna neinum rannsóknum, þá fengjum við ekki viðurkenningu og svona ýmislegt. Þú varst búin að velja nokkra hluti sem að þér finnst merkilegir eða merkilegastir kannski á safninu. Ertu til að segja okkur hvað þú valdir? Já. Ég valdi hérna kjól sem einn af mínum upphafshlutum. Ég verð bara að segja það. Safnið fékk hana kjól fyrir, ég segi alltaf fyrir 7 árum, af því það sem sagt einhver ár síðan. 7-8 ár, þá kemur hér kona sem búsett á Þingeyri og hennar fjölskylda hafði fengið þennan kjól frá foreldrum og það var vinnukona sem átti þennan kjól, Steinunn Sigurðardóttir. Og sú kona dó 1920. Hún hafði bara elskað þessa flík af því einhver góð kona hafði gefið henni þessa flík. Og þannig bara þótti henni svo vænt þetta og hún kallaði þennan kjól altarisgöngukjól. Já. Ég tók við þessum kjól, þá var hann bara allir í krumpu því þannig var hann bara geymdur og maður hugsaði, allir þetta sé hægt að forverja eða laga. Ég textilforvörður, þannig að ég fór og fekk aðstöðu á Þjóðminjasafninu til að forverja þennan kjól. Og það bara kemur í ljós við nánari rannsókn að þetta bara alveg stórmerkilegur kjól og samkvæmt minni kunnáttu þá sé ég að hann svona frá 1860-70. Hann handsaumaður með svo fallegu spori að ég bara á ekki til eitt einasta orð. Ég bara náttúrulega alveg dolfallin. Hann svo fallegur og falleg vinna og fallegt upphaflegt efni í honum og þetta þessi stíll hérna
ermarnar niður á axlirnar og algjörlega dásamlegur og ofboðslega vel með farin miðað við. En auðvitað var vatnið bara til aðinni vatn, sko, það var sót svart og það bara sótið úr. En þessi vinnukona, hún hafði saumað framan á ermarnar svona hvítar mannsettur og hvítt í kragana því hún fór í kirkju og kallaði þessi altarisgöngu. Hún gekk altaris í þessum kjól og hún notaði hann ekki öðruvísi. En það er augljóst að hún saumaði hann ekki, því það sem hún hafði saumað framan á ermarnar, það var ansi, sko, allt annað spor, getur við bara sagt. Segjum það, hún hafði stytt kjólinn líka. Það var líka talsvert önnur vinna. Hitt er bara lært spor. Það er einhver sem að kunni til verka, sem saumaði allan þennan kjól og við vitum bara því miður ekki hver það var. Það var einhver mjög hæfileikarík. Já, og kannski hefur hann verið keyptur, Íslendingar hafa alltaf verið á ferðalögum. Já. Kannski var hann keyptur erlendis, en kannski var einhver hefðar eða prestfrú eða einhver sem að sauma hann, við bara því miður vitum það ekki. Við vildum gjarna vita það. Merkilegt. Og hann er hérna til sýnis. Hann er hérna uppi, já, og einmitt kona mánaðarins núna er þessi vinnukona sem átti þannig kjól og við áttum enga mynd af henni en það áttum við mynd af kjólnum og svo tala Margrét sagnfræðingur sko vinnukonuna. Já. Hvað var lagt á hana á þessum tíma. Og svo varstu með eitthvað verkfæri? Já, það var grasajárn. Grasajárn. Ég vel það nú bara því að mér finnst það svo ótrúlega fallegt form og sérkennilegt og svo er ég með sko fjallagrasadellu mikla. Já. Þannig að, já, þetta er svona grasajárn sem fjallagrösin voru skorið með á önnur grös. En þessu grasajárni þarna niðri á fyrstu hæð, eigandi notaði líka til að skera möl. Þannig að þetta er allt notað á margan hátt, en þetta heitir grasajárn. En þetta er bara svo fallegt og þú sérð ekki svona. Nei, er þetta form, nú hef ég ekki séð mörg grasajárn, en er þetta form ólíkt öðrum? Nei. Ég hef séð svona sko, en bara, mér finnst þetta bara svo fallegt. Já, og svo að lokum er það hérna þessi skápur. Já, ég valdi þennan skáp af því við vitum ekki hann og ég bara kalla á fólk hérna núna ef einhver skildi þekkja þennan skáp eða útskurðin, ef þið myndu vilja kannski eftir taka myndir á hann, þá er hann sem sagt settur saman úr ólíkum viði. Þessi sem sker þennan bút út er ekki sá sami og sker þetta út hérna og mér finnst bara svo gaman að sjá hvernig fólk hefur alltaf alla tíð sóst eftir skreytingu. Já. Þú veist, þegar meðan að fólk var að skreyta hallir í útlöndum með málingu og gyllingu, þá voru Íslendingar að skreyta úr svona trjábútum. Mér finnst eitthvað alveg ótrúlega fallegt við það. Hvar fékkstu þennan skáp? Já, þessi skápur var hérna á safninu þegar ég kom og hann fannst á Skeiði hérna fram í Svarfaðardal. Þar voru miklir hælismenn, flotti smiðir og svona á Skeiði, en þau vita því miður ekki nógu mikið skápinn. Ég er búin að vera að reyna að fá upplýsingar hann, en ég sé að sko, það eru trénaglar í honum og ég sé að hann er einhvern tímann, hann er eldgamalt, svona einhvern tímann frá 1800 eitthvað sko. En svo er eitthvað búið að vera, þetta er til stálnagli. Þannig að svo er líka bara dálítið gaman að benda á sko þegar áður fyrr þá voru gripir merktir á söfnum, hérna sjáu þið 146, þetta er náttúrulega, myndi ekki nokkur einasti safnmaður gera í dag, að merkja framan á með hvítu bleki sem ekki er hægt að ná af. En hvenær er þetta gert? Svona 85-6. Þannig að það er ekki lengra síðan? Nei, það er ekki lengra síðan, þetta er bara. Við höfum lært svo mikið Íslendingar síðastliðin 20-30 ára á söfnum og það er bara mjög hár standard í íslensku söfnum í dag. Það er fólk vel menntað, fólk fer mikið til útlanda og ég lærði í textilframleiðslu erlendis og fólk er bara hámenntað og nú er hægt að læra safnafræði í Háskóla Íslands. En já, þannig að það er mjög gaman. Ég myndi gjarnan vilja fá einhver aðstoð hérna. Ég hef grunum og ég ætla að fá að koma hérna við. Já. Það má náttúrulega enginn á og ég ætti að vera með hvíta hanska. Það er talað að sumir svona húsbændur hafi geymt í þessum skápum brennivín í sitt. Við getum bara trúa því líka með þennan. Við sjáum hvað þetta er allt gamalt og yndislegt. Þetta er bara alveg ótrúlega falleg mubla, er þið ekki sammála? Jú, en heldur þetta hafi verið
Er þetta einhver nýtni að Líka skeyta þessu öllu saman hana ólíku bútunum? nýtni og þessi þörf fyrir að gera falleg. Já. Ég held að sko það svo ríkt í manninum bara, því sjá þetta alls staðar í heiminum, í öllum litlum mönnum eða þjóðarbrotum. Það eru allir að skreita alltaf, konur og menn. Og mér finnst þetta bara talandi dæmi það. Við þurfum alltaf að gera eitthvað aðeins fallegra en að hafa þetta bara slétt og... Þannig að þú bara hér með biður aðstoð við að Já, það væri rosalega gaman komast að því. ef einhver vissi eitthvað meira þennan skáp.